allt sem skiptir okkur máli, hvað kyn varðar, félagslega ákvarðað. Mest skýringin á því hvernig við hugsum og hegðum okkur vegna umhverfisþátta. Ég held að sé alveg mjög gott að skoða þetta, skilur, hvað þýðir að vera alvöru konu og þýðir að vera alvöru kall út frá hugmyndum hinsegjanleika. Því oft haldið fram að kallar og konur séu líffræðilegt andstæðu par, jafnvel frá sitt hvoru plánetunni. Köllum og konum eru síðan eignaðir ákveðnir eiginleikar sem eiga að geta útskýrt þann félagslega veruleika sem við sjáum dagstælega. Eðlishyggja eða líffræðileg nauðhyggja viðfangsefni þessa þáttar. Þegar við tölum eðli, að þú veist svona í grunninn, að þá eðli það sem lætur eitthvað vera eitthvað ákveðið. Það bara ef við tökum eitthvað svona algjörlega ópólitískt, þá getur við tala eðli bolla. Hvað gerir bolla að bolla? Það handfangið eða það hann sé búin til að leir fyrir eitthvað gleri og við förum og veltum okkur fyrir eðli kynjana. Þar bætast við náttúrulega bara mjög varhugaverðir þættir. Það spurningur tilfinningasemi eða rökhugsun, að vera sterkur eða veikur, að vera umhyggjusamur eða vera kaldlyndur. Við tölum eins og þetta sé ævarandi breytur, þetta sé hafi alltaf verið svona og muni alltaf vera svona, en svo þegar á hólminu komum og förum að rýna í listan og spyrja okkur og jafnvel skoða í sögulegu samhengi, að þá kemur á daginn að þetta hefur kannski ekkert alltaf verið svona. Hið svokallaða eðli, hugmyndir okkar eiginleikana sem eiga að vera meðfæddir hjá körlum og konum, hafi ekki alltaf verið það sömu. Þar hafa nefnilega breyst. Sagnfræðingar að þeir hafa löngum áttað sig á að hugmyndir fólks kyn eru breytilegar í gegnum tíðina. Og þessi kynja tvíhyggja sem við þekkjum í dag, þessar rosalega sterku hugmyndir að þú sért með karl og þú sért með konu og enginn fleiri kyn og að karlar og konur séu í rauninni eðlisólík og vegi hvort annað upp, að þetta sé tiltölulega nýtt fyrirbæri. Kynhlutverk, það sem þykir karlmannlegt og þykir kvenlegt, það sem þykir hæfi fyrir karla og þykir hæfi fyrir konur, að þetta tekur sífelldum breytingum. Og maður sér það náttúrulega þegar maður er sagnfræðingur og skoða þessa hluti. Fáum álið taugasálfræðing sem hefur heilan og virkni hann sem sitt sérsvið. Eru kynin ekki andstæður sem vega hvert annað upp? Eru heilar karla og kvenna ekki ólíkir? Ef við skoðum, eins og ég segi, þá eru kynin ólík og þau eru ólík. Við sjáum marktakan mun ef við skoðum heila nýfæddra barna, stelpna og stráka. En hann er rosalega lítill. Langmestur hluti, ef við erum að bera saman bara heilana, langmestur hluti er eins. En andstæður, það væri mjög erfitt að halda því fram. Það er svo miklu meira líkt heldur en ólíkt. Og ef við værum bara að velta fyrir okkur heilum okkar tveggja, sem erum að sitt hvoru kyninu, þeir eru klárlega ólíkir. En ástæðan fyrir, það sem er ólíkt skýrist að mestu leyti bara af okkar ólíku reynslu. Það er rosalega lítill hluti, bara örlítið kannski prósent eða eitthvað sem gæti skýrst af kynjamununum. Meiri hlutin skýrist bara því að ég hef kannski gert aðra hluti en þú í gegnum lífið. En vissulega þá náttúrulega hefur þá reynsluheimur karla eða stúlkna og drengja oft ólíkur og þar kannski kemur munurinn. Og þess vegna sjáum við þennan meiri mun þegar við erum að skoða eldri einstaklinga. En það skýrist miklu meira af ólíkum reynsluheimi þá kynjana. Það er orðið erfitt að fullyrða að karlar og konur séu frá sitt hvoru plánetunni. Heilinn í okkur er nánast alveg eins, en helsti munurinn er félagslegur. Það er reynsluheimurinn. En hvers vegna erum við svona upptekin af tveimur kynjum og hvað kann að skýra þennan ólíka reynsluheim? Þessi kynjatvíhyggja sem er ríkjandi í dag og er ríkjandi öll Vesturlönd og víðar, að það má segja að hún sé að mörgu leyti arfleifð nýlenduhyggjunar og heimsvaldastefnunar. Þetta verður hluti af þessum hugmyndapakka hvað það er að vera siðmenntaður, sem að þýðir það að allar hinar hugmyndirnar sem að aðrir höfðu ólík kyn, hvort sem voru 2 eða 3 eða 4 og líka hvað það væri að vera karlmaður og hvað væri karlmannlegt,
að það var stimplað sem eitthvað sem væri ósiðmenntað, þetta væri bara eitthvað sem að villimenn hugsuðu og gerðu. Og þarna koma líka mjög sterkt sko með hugmyndir kvenleika og karlmennsku vegna þess að karlar sem voru ekki hvítir voru oft stimplaðir kvenlegir. Við búum ennþá við sambærilegan hugmyndaarf, hugmyndir frá kynjakjörinu, hugmyndum sem oft á tíðum eru samt tengdar þróunarfræði eða eðlinu, eins og strákar eiga að fíla bíla frekar en stelpur. Maður er stundum að horfa á sko, hvernig fólk sko, svona, hvað maður segir, svona grasp for straws þegar það er að reyna að útskýra af hverju strákar fíla bíla meira heldur en stelpur. Skilur, og þetta náttúrulega, þú veist hvað, þetta verður alltaf einhver svona kjánalegt, eitthvað svona, já, ég veit ekki svona hvernig myndi kokka upp einhverju svona ástæð fyrir okkur strákar ætti að fíla bíla, og þeir horfðu á dýrin hlaupa á sléttunni eða eitthvað svona dót, skilur. Það er náttúrulega ekki hægt, sko. Það er engin leið til þess að finna einhverja leið til þess að tengja einhver svona þróunarfræðilegar ástæður fyrir öllum þessum félagslegu breytum sem við gerum. Þetta er alltaf svolítið flókin umræða, en málið er að við leitum svo ofta að staðfestingu á því sem við teljum og við höldum það, er það ekki, að strákarnir vilji frekar bílana og stelpurnar vilji frekar dúkkurnar, og ef við sjáum það þá tökum við meira eftir því og jafnvel styrkjum þá hegðun frekar. Við sjáum það alveg oft líka að það dregur úr ef strákurum vill dúkku eða eitthvað, að það jafnvel ýtir ekki undir það, þó ég heldur nú að það sé að breytast. Þannig að flestar rannsóknir í dag sýna að þetta er miklu meiri umhverfisþátturinn. Ég held að sé alveg mjög gott að skoða þetta, skilur, hvað þýðir að vera alvöru konu og þýðir að vera alvöru kall út frá hugmyndum hinsegin. Þannig að það er kannski í gegnum það sem maður sér hvernig það er verið að reyna að stýra fólki. Gott dæmi sem er kannski ekki nema svona 100 ára gamalt, fyrir 100 árum þótti bleikur litur sem hæfði strákum mjög vel. Vegna þess að rauður var svona sterkur litur og þar af leiðandi þótti rauður hæfa karlmönnum mjög vel og því þótti við hæfa svona aðeins mildari útgáfa, hæfði drengjum mjög vel, þetta svona, já, sterkur og karlmannlegu litur, og meðan blár litur væri svona, svona fínlegri og hæfði því stúlkum betur. Við sjálf sem foreldrar, vinir, uppalendur og mótendur samfélagsins gegnum augljóslega mikilvægu hlutverki að skilgreina merkingu kynja, karlmennsku og kvenleika. En við erum mun ólíkari en þessar hugmyndir ætla okkur. Og við erum öll tilfinningaverur, við erum umhyggjusöm, það eru umhyggjusamir kallar og umhyggjusamir konur og það er engin leið að meta einhvern veginn, já, hlutfallslega eru kallar umhyggjusamir, þetta er engin leið að meta þessa breytu í samfélagi sem sko grefur undan umhyggjusemi kalla og ýtir undir umhyggjusemi kvenna. Langflestar rannsóknir sýna það er mjög lítill erfðafræðilegur eða mjög lítill munur á löngunum eða getu kynjana. Þannig við þurfum að vera svolítið meðvituð kannski hvað við erum að grípa, hvað við erum að styrkja. Sem við erum held ég ekkert alltaf. Og þannig að það skiptir svolítið miklu máli í umræðinni að við skiljum að þetta er ekki svona sterkir þættir. Við getum mótað hugsun okkar og heilan og allt þetta. Við getum mótað það gríðarlega mikið og mest skýringin á því hvernig við hugsum og hegðum okkur er vegna umhverfisþátta. Eðli karla virðist því aðeins vera til í félagslegu samhengi. Þess vegna er tæplega hægt að fullyrða að karlar og konur séu líffræðilegt andstæðupar með meðfædda ólíka hæfni eða áhugamál. Að halda slíku fram er ekki bara rangt, heldur kemur það einnig í veg fyrir jafnrétti. Ef þú vilt vita meira og fá ítarlegri útgáfu af þessum þætti og heyra meira frá viðmælandunum sem ég var að tala við, þá getur þú farið inn á allar helstu hljóðvarpsveitur eða podcastveitur og fundið þátt með sama nafni þar.